Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Jakub Groys 22 og pólskur kokkur sem vinnur á veitingastaðnum Soho í Reykjanesbæ. Hann heyrnarlaus en hefur þó ekki átt í neinum vandræðum með að eigi samskiptum við vinnufélagana. Jakub hefur kennt hópnum ýmist táknmálstákn og stundum notaði símann til að tala saman. Þá skrifar Jakub setning á pólsku inn í Google Translate og sýnir þeim sem hann að tala við þýðinguna á íslensku. Að sögn Arnar Garðarssonar yfirmatreiðslumeistara á Soho þá hefur nærvera Jakubs gert hópinn nánari. Til dæmis þá heilsar Jakub öllum með handaband á hverju morgni og núna hafa þau öll tekið upp þann sið. Jakub hefur fengist við eldamennsku síðan hann var 16 ára og lærði fagi í tækniskóla heima í Póllandi. Hann segir það skemmtilegasta við að vera kokkur að gleðja fólk með góðum mat og vinna með góðum vinnufélögum. Núna eru liðnir 6 mánuðir síðan Jakub flutti til Íslands. Kærastan hans ætlar svo að flytja til landsins á næstunni. Hann hefur svona, þétt starfsfólki saman af því við erum náttúrulega öll að einblína á að skilja hann og hann skilji okkur og það er komin svona mörg svona tákn sem hann búinn að kenna okkur varðandi klukkuna, varðandi dagana, varðandi bæði fisk og kjúkling og fiskur og eitthvað svona sem að allt í einu við erum farin að skilja hvað er hvað og svo er náttúrulega sumt sem hann segir svona bara með örunum og við skiljum það. Og við erum alltaf að læra á hverjum degi eitthvað nýtt og í versta falli þá skrifum við niður. En það er mjög sjaldan að koma upp einhver misskilningur. Örn segir mikilvægt að atvinnurekendur gefi fólki með fötlun tækifæri á vinnumarkaði. Maður getur alltaf fundið leiðir hvernig þau geta passað inn í hópinn. Af því að hausinn er skýr og það er allt annað í góðu lagi. Þannig að ég var rosalega ánægður að hafa tekið þessa ákvörðun vegna að bæði fyrir okkur og hann hefur aldrei unnið á eins skemmtilegu vinnustaði eða þar sem allir eru skiljandi og tala ekki sama tungumál við. Og það er svo stutt í að fara í símann og skrifa eitthvað niður og láta það þýði yfir á pólsku þannig að skilja örugglega eða þá að bara hvað hann þarf að gera. Það var einlægur áhugi í Norðurlöndunum sem dró Jakub til Íslands og hann þegar farinn að læra íslensku. Og hann les uppskriftirnar sem það þarf að gera, það er svona kaldar sósur og ýmislegt. Hann les það alveg bara í gegnum íslenskuna Það er svo fljótt, hann er með þessa fötlun, þannig að hann leggur ennþá meira á sig heldur en kannski sambærileg einstaklingur sem er allt í lagi.